komið að apríl-leiðsögn fyrir tvíbura. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við færum okkur beint yfir lesturinn og byrjum á því að athuga hvað tvíbura ég er að tala við. Við fáum uppákomur, áskoranir, augranir og komandi misseri fyrir tvíbura. Við fáum leiðsögn hjá tvíbura. Og líklegustu framtíð. Svona. Kæri tvíburi, það sem ég er að sjá hér er að nýverið þá hefur verið að gera og framkvæma hlutina af talsverðum krafti. Hvort þú hafa tekið svoleiðis törn núna fyrir áramótin jafnvel, að þá settur þú svona allt á fulla ferð svolítið og gerði það út frá bara ástríðunni og áhuga og elskuðu hjartanu að keyra af stað með allt í botni, bara í hæsta gír. En í dag þá er einhvern veginn búið að snúast við, þannig að þetta hefur nú kannski verið fullgeist fyrir sum ykkar, af því að núna er svona hvíldartími þar sem að þetta er svona akkurat öfugt með hvað mikil hraði áður áður fyrir ekki svo lengur síðan, að þá ertu núna einhvern veginn alveg stopp. Og sum ykkar eru í hvílda þegar þið ákveða að hægja á og sum ykkar hafa kannski aðeins hlaupið á sig og eru í hvílda þegar þið neyðist til þess. Og þetta getur átt við atvinnulíf, áhugamál, persónulegt líf, samböndin líf ykkar, hvað sem það er. Að þá er hérna svona, hefur rosa hraði, rosa uppsveifla og svo núna er ekki endilega lægð en hægagangur og mikil kyrrð. En á komandi misseri þá er svona eins og sért svona að tipla svolítið á tánum í kringum það hvort þú ætlar að koma þér aftur að stað, aftur í aðra uppsveiflu eða ekki. Þetta er svona, mér sýnist þú vera svolítið að aðra við hugmynduna að stökkva af stað aftur. En ert samt að reyna að fara varlega, að fara þér ekki of geist, þegar hér varst að fara svolítið geist. Reyna að fara ekki of geist, fara varlega, stíga rólega til jarðar, bara fara hægt og rólega af stað. Og þetta er svolítið svona eins og sért að reyna að finna þinn takt. Þú veist, hversu hratt er of hratt, hversu hægt er of hægt, hvar finn ég milliveginn. Þú ert svona svolítið að tipla á tánum, þú veist. Hvað ætla ég að gera, hvernig ætla ég að fara hvað vil ég, þú veist, mér langar til að fara hingað, á ég að þora. Þannig að þú ert eitthvað svona aðeins að fikra þig áfram og fikra þig nær einhverju sem að hrífur þig eða heillar þig eða einhverju átt sem þú vilt fara. Og afturleið svona hér, ekki fara á geist, faraðu varlega, gangið hægt gleðina dyr. Af því að þér virðist hættu því að fara og hratt af stað og einfaldlega skúfendast yfir þig. Og það er ekki endilega neitt rosalega þægilegt og það er yfirleitt ekki, þú hefur einhverja reynslu að þið hafa gert það áður og það yfirleitt fer ekkert rosalega vel. Þannig að það er bara að benda þér svolítið á að fara þér hægar, ekki geysast af stað svona snögglega eins og þú hefur gert áður. Og reyndi að vanda þig frekar. En það er svo hérna fyrir, þegar við horfum aðeins lengra tíman, þegar við horfum fram á við, að þá er svona, þú veist, það er verið að benda á að þú þarft aðeins að passa þig bara með þetta, þú veist, að rjúka ekki svona stað, bara fyrir það líka að það eru
það er alveg einstaklingar sem að stökkum borði svoleiðis verkefni og notfæra sér svolítið hraðan þinn. Af því að þegar þú ert að flýta það svona mikið þá finnur þú kannski ekki fyrir því að það er verið að leggja meira á þig en þú átt skilið. Verð kannski ekki að hlúa mörkunum þínum nógu vel þegar þú fer svona geist af stað. Þannig að vera benda svolítið á vertu, farðu aðeins hægri hlutina, leyfður að vera svolítið gagnrýnin, vertu var þig, settu heilbrigð mörk, gagnvart sjálfur þér og öðrum. Það er svolítið það sem hefur verið að benda þér á. Og þegar við förum svona ofboðslega hratt í hlutina, hvort sem það er vinnan eða einkalífið eða samböndin okkar, að þegar maður fer svona gífurlega hratt í hlutina að þá hættir manni til að gleyma svolítið mörkunum sínum, bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum. En við skulum fá smá aukaeinsýn hér. Og það er svolítið hérna verið að benda líka á þessi hraði þegar þú ert að drífa svona mikið að því fylgir svona einhver ótti mögulegum og sért að missa af. Að þú verður að drífa þig, að græja þetta núna, að láta þetta smella núna, svo þú missir nú ekki af því. Og það er oft sem að svoleiðis bara virkar ekki, og það er, þetta er fljótfærnisákvarðanir. Stundum ganga þær upp, en mjög oft þá erum við vitur eftir á að sjá þetta var ekki góð hugmynd. Það er í þessari hvíld, í þessari stöðnum sem ert í núna, að þá því fylgir að þú þarft aðeins að skoða hjá sjálfu þér af hverju þú ert í þessari stöðu, að verður svolítið gagnrýnað sjálft þig líka, að þetta er ekki alltaf bara spurning að benda fingur á næsta, það er rosa auðvelt að geta gert það. Það er líka aðeins að athuga þitt eigið, og einmitt varðandi sérstaklega með hraða og þessa fljótfærni að athuga það að þú ert í dag í þinni stöðu af því að þú tókst ákvarðanir fyrir þig. Það er ekki bara að aðstæður voru svona á hinsegin, hinn aðilinn var svona á hinsegin. Þetta er ekki alltaf bara þetta utanaðkomandi. Þú ert að reikna með þessu innanfrá líka. Þú þarft alveg talsverða hvíld, þó sért núna kannski eitthvað tipla tánum að skoða í kringu þig, að velta fyrir þér hvernig þú kemur að stað aftur. En þú þarft alveg þessa hvíld. Þú mátt alveg við því að hanga svolítið í kyrrðinni og einhverni og svona hugsa málið, skoða sjálft þig og hugsa svolítið gagnrýnt á hvernig þú hefur farið að síðustu misseri. Og það er svolítið verið að benda þér á þetta að ekki fara þér og hratt, gefa þau tíma til að vega og meta, að þau stundum eru hlutinir bara ekki eins og þeir virðast í fyrstu. Gef þau tíma til að vega og meta þannig að þú sjáir allar hliðar. Að því að hinga til þá eru mörg tilvik þar sem þú hefur bara tekið við fyrstu impression, fyrsta sjónarhorni sem þú færð og tekið því og gengið út frá því að það sé málið. Að það sé það sem er bara á yfirborðinu, það sem þú sérð fyrst, að það sé raunin. En það hefur allt saman fleiri hliðar, meiri dýpt, fleiri vinkla. Gefðu tíma til að sjá það líka. Ekki bara miða út frá svona fyrstu sýn sem þú hefur á hlutina. Varðandi framtíðina, og það er þetta að þú ert að passa sjálf þig og mörkin þín, gagnvart sjálfu þér og öðrum. Og það er hluti svolítið af því að fullorðnast, að leggja svolítið til hliðar þetta barnslega hugarfar að þurfa ekki að gæta sín. Að geta bara vaðið af stað og allt gangi vel, að horfa bara hlutina frá einu sjónarhorni, að horfa hlutina frá mörgum vinklum. Að þetta er bara svolítið hluti í því að fullorðnast og þroskast í
sínu persónulegu þroska og það er að geta horft líka gagnrýnt á sjálft sig og séð hvað maður sjálfur þarf að styrkja sig og efla sig. En þá því að fá hér eitt spil úr öðrum stokki í lokin fyrir örstu skilaboð bara til að taka heim og saman. Hérna. Það er hér surrender eða gefðu eftir, leyfðu visku sálarinnar að leiða þig. Þannig að stundum borgar sig að leggja svolítið höfuðið á hilluna, hætta að nota rökhugsunina og leyfa svolítið sálinni að segja manni hvert maður að fara, að virkilega staldra við og finna hvernig líður mér innan í mér, hvaða tilfinningar eru þarna, hvað er virkilega mín innri vera, mitt innra sjálf að segja mér og vill mér. Ágætt er að því að hausinn er rosalega fljótur að finna til alls konar ástæður og rök og afsakanir fyrir af hverju hitt, alls konar fór svona og hinn segin og hvað nú, sálinn gerir það ekki. Þannig að við þurfum stundum að staldra við, setja rökhugsunina á hilluna og leyfa okkar innri veru, leyfa andanum okkar að vísa veginn og segja okkur hvert við erum að stefna og af hverju. En þá ætla ég að segja að þessari leysun lokið. Ég vona skilaboðin til sönnurétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.